Góðir sveitarstjórnarfulltrúar, ég býð ykkur velkomin á þennan 23. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem haldinn í þinghúsinu á Breiðumýri. Í upphafi vil ég kanna hvort einhverjar athugasemdir eru við fundarboð. Og svo ekki. Þá óskað eftir að einu máli verði bætt við dagskrána í dag, tekið fyrir með afbrigðum umsagnarbeiðni tækifærisleyfi vegna dansleiks menntaskólanema í ljósvetningabúð. Þeir sem geta samþykkt að það verði tekið fyrir með afbrigðum eins og það gefið merki og það samþykkt samhljóða. Nú á fundinum í dag eru þá 23 dagskrárliðir og við göngum þá til dagskrár. Fyrsti liður skýrsla sveitarstjóra. Ragnheiður Jóna, gjörðu svo vel. Takk fyrir, oddviti. Ágætu sveitarstjórnarmenn. Í vikunni voru haldnir 2 vel sóttir íbúafundur gerð skólastefnu Þingeyjarsveitar. Stýrihópur verkefnisins tók það ákvörðun að bæta þeim 3. við til að gefa enn fleirum tækifæri til að taka þátt og verður sá fundur haldinn í Stóratjarnarskóla þriðjudaginn 2. maí kl. 20. Skráningu lokið í vinnuskóla Þingeyjarsveitar fyrir 14 til 16 ára ungmenni og bárust 6 skráningar. Núna í vikunni leiti ég aðeins við hjá hönnuðunum sem að vinna tillögur að nýju merki fyrir sveitafélagið og fékk að sjá fyrstu skissur. Mér leist nokkuð vel á og hann ætlar að vinna núna frekar útfærslum á 2 þeirra sem verða svo lagðar fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Vegna manneklu og skrifstofu sveitafélagsins hefur dregist að koma í framkvæmd þeim fjárfestinga og viðhaldsverkefnum sem samþykkt voru í fjárhagsáætlun ársins, en í næstu viku kemur til starfa byggingafulltrúi sem jafnframt hefur umsjón með fasteignum sveitafélagsins og verður þá verkefnum forgangsraðað. Þó er hafin vinna við undirbúning á framkvæmdum við leik- og grunnskóla í Mývatnssveit og hefur verið fenginn hönnuður til að undirbúa breytingar meðal annars á hljóðvist í leikskóla, útfærslu á kaffistofu og fleira. Og var starfsfólki skólans falið að gera þarfagreiningu sem hann gæti byggt sína vinnu á. Í framhaldinu mun verkið vera kostnaðarmetið og framkvæmdum forgangsraða miðað við fjárheimildir í fjárhagsáætlun. Við Knútur og Eyþór Kári sátum ársþing SSNE á Siglufirði fyrir nokkru. Lagðar voru þar fram breytingar og samþykktum SSNE og ber þar helst að nefna þá breytingu að framvegis verði stjórn samtakanna skipuð fulltrúum allra aðildarsveitarfélaga og töku við fyrir erindi þess efnis hér á fundinum í dag. En á þinginu voru umræður samgöngumál fyrirferðarmikil, ályktun samgöngumál var lögð fram og samþykkt. Þingfólk og ráðherrar lögðu einnig áherslu á mikilvægi samgöngumála fyrir landshlutann í sínum erindum. Og svo ánægjulegt að segja ykkur frá því að í dag kl. 15 verður opið hús í Mikley þar sem félagsstarf eldri borgara hefur fengið heimilisfesti. Einnig hefur félag eldri Mývetninga frjáls afnot af húsnæðinu til félagsstarfa utan þess tíma sem félagsstarf eldri borgara og sveitafélagsins fer fram. Og við höfum gert samning þar við, eða ljúkum samningi núna þar við félag eldri Mývetninga samkvæmt bókun sveitarstjórnar á fundi fyrir nokkru. En ef ég fer yfir helstu fundi sem ég hef setið frá síðasta sveitarstjórnarfundi, þá átti ég fund með fulltrúum atvinnumálanefndar málefni afrétta og svo höfum við 3 setið kynningafundi vegna borga þegar hendir. Ég satt einnig eigendafund Norðurorku þar sem farið var yfir starfsemina og ársreikning fyrir síðasta ár. Ég og oddviti sátum fund stöðu byggingar hjúkrunarheimilis á Húsavík. Og svo átti ég fund með Attendus vegna mannauðsmála og áður höfðu ég, oddviti og Jóna Björg átt fund með þeim þegar við vorum í Reykjavík daginn. Og við munum leggja fram tillögu samstarfssamning við þær aðkomi á mannauðsmálum sveitafélagsins. Ég satt auka aðalfund samtaka Orku sveitafélag ásamt Knúti. Ég satt líka svo síðastliðinn þriðjudag
aðalfund Norðurorku og fór þar með eignarhlut sveitafélagsins en sveitafélagið á 0,18% í Norðurorku. Og svo hef ég auk þess setið allnokkra minni fundi og eins og alltaf fengið fjölmörg símtöl og heimsóknir sem afar gaman þegar íbúar sveitafélagsins koma á framfæri sínum bara erindum og ábendingum til okkar og það mikilvægt fyrir okkur í starfseminni að fá slíkar ábendingar því að þær hjálpa okkur við okkar vinnu og við sjáum einmitt eina slíka ábendingu hér síðar á fundinum í dag. Og svo eru þessi daglegu verkefni sem að við vitum að eru ærin og mörg þeirra tengjast sameiningunni og taka talsverðan tíma. En þetta svona það helsta frá síðasta sveitarstjórnarfundi. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Ragnheiður Jóna. Það augljóst að það engin lognmolla í samfélaginu. Einhver sem vill tjá sig? Knútur, gjörðu svo vel. Til sveitarstjórnar fólk örstutt. Bara kærar þakkir fyrir þetta. Þetta gott og vonandi birtist þetta á heimasíðu sveitarfélagsins. Þessir pistlar eru lýsandi og góðir fyrir íbúa að lesa og eins bara hvetja íbúa til að lesa fundargerðir nefnda á sveitarstjórnar og hiklaust að koma fram ábendingum eins og við sjáum hér á eftir. Það er gagnlegt að fá athugasemdir frá íbúum líka. Takk. Já, takk fyrir það. Þá höldum við áfram með dagskrá dagsins. Annar dagskráliður, það lagt fram boð á aðalfund Sparisjóðs Þingeyingasveitar sem haldinn verður í Skjólbrekku í Mývatnssveit föstudaginn 28. apríl kl. 17. Þeir sem geta samþykkt að Ragnheiður Jóna sveitarstjóri fari með umboð sveitarfélagsins á aðalfundi Sparisjóðsins, vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. Þriðji liður á dagskrá. Það lagt fram bréf frá forsætisráðuneytinu dagsett 24. mars síðastliðinn þar sem boðaði til fundar málefni þjóðlenda. Fundurinn fer fram í stjórnsýsluhúsinu á Húsavík þann 25. maí næstkomandi. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þess maður geta að sveitarstjóri gerði athugasemd við forsætisráðuneytið varðandi dagsetningu þar sem að fjallskilastjórar eru boðaðir til fundarins og á þessum tíma eru þeir flestir í sauðburði en þetta náttúrulega löngu skipulagt þannig að fundurinn verður þarna og fjallskilastjórum hefur verið send tilkynning eða fundarboð. Einhver sem ég var búin að spurja hvort að einhver vildi taka til máls. Svo var ekki. Lagt til að Ragnheiður Jóna sitji þennan fund fyrir hönd sveitarfélagsins og þeir sem geta samþykkt það. Og það samþykkt samhljóða. Fjórði dagskrárliður í dag. Það lagt fram bréf frá umboðsmanni Alþingis dagsett 4. apríl síðastliðinn þar sem landeigendur Reykjahlíðar hafa leitað til umboðsmanns Alþingis vegna samskipta við sveitarfélagið. Telja þeir að ekki hafi verið brugðist við erindum þeirra sem lúta að meintum rekstri hitaveitu jarðbaðanna í jarðbaðshólum við Mývatn. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Umboðsmaður óskar eftir að umbeðnar upplýsingar berist eigi síðar en 18. apríl en sveitarstjóri hefur óskað eftir fresti þar sem að bréfið eða erindi barst það seint til okkar. Lagt til að sveitarstjórn feli sveitarstjóra í samráði við lögmann sveitarfélagsins að svara erindi umboðsmanns Alþingis fyrir tilskildan frest. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða.
Fimmti liður á dagskránni er tilnefning í stjórn SSNE, eins og Ragnheiður kom inn á hér áðan í framhaldi af samþykktabreytingum. Á ársþingi SSNE sem haldið var á Siglufirði 14. til 15. apríl síðastliðinn var samþykkt breyting á samþykktum samtakanna þannig að hvert sveitarfélag á nú að skipa einn aðalfulltrúa og einn varafulltrúa í stjórn SSNE nema Akureyrarbær sem skipar 2. Því óskar SSNE eftir að sveitarstjórn Þingeyjarsveitar skipi bæði aðalfulltrúa og varafulltrúa í stjórn. Einhver sem vil taka til máls? Árni Pétur, gjörðu svo vel. Oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn, mér langaði bara til þess að fagna þessu. Það er mjög mikilvægt að rödd okkar þingeyinga heyrist sterkar innan þessa samtaka. Þessi samtök skipta okkur öll gríðarlegu máli og eru að styrkjast og eflast og var náttúrulega lengi vel ekki nóga öflug á landsvísu með önnur landshlutasamtök og þetta er bara frábær niðurstaða og ég fagna þessu mjög. Takk. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt að Ragnheiður Jóna, sveitarstjóri, fari með setjist í stjórn SSNE fyrir hönd Þingeyjarsveitar og að Gerður Sigtryggsdóttir verði varamaður, vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. Takk. 7. liður á dagskrá, það er umsagnarbeiðni rekstrarleyfi frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra. Lögðu fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra dagsett 11. apríl síðastliðinn, þar sem Hallgrímur Óli Guðmundsson sækir rekstrarleyfi flokkur 2, G íbúðir að Hellulandi 2 í Aðaldal. Einhver sem vill taka til máls? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun vinsamlegast gefið merki það, en sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við veitt rekstrarleyfi með fyrirvara jákvæðar umsagnir berist frá byggingafulltrúa og heilbrigðis og eldvarnareftirliti, samanber B-lið 7. greinar laga nr. 67/2016 breytingu á lögum nr. 85/2007. Þeir sem geta samþykkt, það er samþykkt samhljóða. Sjöundi dagskrárliður, það er umsókn styrk vegna bókaútgáfu. Það er lagt fram bréf frá Veraldar Ofsa EHF þar sem óskað er eftir stuðningi við útgáfu bókar sögum mannlíf, veiðar og umhverfi, meðal annars og náttúru Laxár í Þingeyjarsýslu frá Mývatni að Laxárgljúfrum. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Knútur, gjörðu svo vel. Til sveitarstjórnarfólk. Þetta erindi er eins og mörg önnur þar sem óskað er eftir stuðningi sveitarfélags bara og gild og eiga erindi í þær nefndir sem fjalla þau mál. En það er svo sem mín persónulega skoðun að við höfum ekki endilega standa í bókaútgáfu en auðvitað höfum að láta okkur varða skrásetningu þeirra mála sem tengjast sögu okkur á náttúru. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Lagt er til að sveitarstjórn vísi umsókn Veraldarstofu EHF til íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar sem hefur með slíkar styrkveitingar að gera og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Takk fyrir það er samþykkt samhljóða. 8. liður á dagskrá dagsins er fornleifaskráning á Flatheiðardal og í Náttfaravíkum. Það er lagt fram bréf frá Kristborgu Þórisdóttur fornleifafræðingi hjá Fornleifastofnun Íslands dagsett 12. apríl síðastliðinn þar sem hún óskar eftir að sveitarfélagið gangi til samninga við Fornleifastofnun styrk vegna skráningar fornleifa í Náttfaravíkum.
Forsaga málsins sú að á 300. og 10. fundi sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar 9. desember 2021 var samþykkt að styrkja verkefnið til 2 ára að samtals 2 milljónum á 2 árum vegna fornleifaskráningar á Flateyjardal og í Náttfaravíkum, svo fremi sem styrkir fengjust til verkefnisins frá Fornminjasjóði. Fyrirhluti verkefnisins hefur þegar verið unnin og styrkti Fornminjasjóður verkefnið 4,5 milljónir. Í mars síðastliðnum veitti Fornminjasjóður verkefninu áframhaldandi styrk fyrir árið 2022. Fornleifastofnun óskar því eftir því að sveitarfélagið undirriti samning síðari hluta verkefnisins á grundvelli ákvörðunar fyrir sveitarstjórnar. Og orðið laust, vill einhver taka til máls? Svo ekki. Lagt til að sveitarstjóra verði falið að undirrita samning við Fornleifastofnun að upp að 1 milljón króna í samræmi við samþykki sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar frá 9. desember 2021 og jafnframt að gera viðauka við fjárhagsáætlun áður en til útgreiðslu kemur. Og þeir sem geta samþykkt þetta vinsamlegast gefið merki og það samþykkt samhljóða. Níundi dagskráliður, það lagt fram bréf dagsett 15. apríl síðastliðinn frá Sigurði Birgissyni fyrir hönd sóknarnefndar Ljósávasóknar, þar sem fram kemur að gamli Ljósávaskirkjugarður sé að verða fullsetinn. Samkvæmt viðmiðunarreglum Kirkjugarðaráðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 1. júlí 2015 sem og lögum kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, lög nr. 36, 1993, hafa sveitarfélög ríka aðkomu að slíkum framkvæmdum. Sóknarnefnd Ljósávasóknar óskar eftir fundi með fulltrúa sveitarstjórnar og skipulagsfulltrúa vegna málsins. Einhver sem vil taka til máls undir þessu lið? Svo ekki. Lagt til að oddvita sveitarstjóra og skipulagsfulltrúa verði falið að funda með bréfritara og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Tíundi liður á dagskráni í dag varða málefni Höfða í Mývatnssveit. Þar sem lagt fram bréf frá Birki Fandal, dagsett 18. apríl síðastliðinn, þar sem hann fer yfir það sem vel hefur verið gert og það sem bæta má við Höfða í Mývatnssveit og eru Birki þakkað fyrir innsend erindi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Ragnhildur, gjörðu svo vel. Takk, oddviti, og takk fyrir ábendinguna, Birkir. Höfði náttúrulega dásamleg náttúruperla eins og við þekkjum, frábært útvistasvæði og því hefur verið afskaplega vel sinnt. Það deiliskipulag í gildi yfir svæðið og það nauðsynlegt að nýta það í áframhaldandi vinnu. Salernishús hefur nú verið sett upp sem algjörlega til fyrirmyndar og það verður mjög gaman að geta fara að taka það í notkun. Og það samt eins og bendir á ýmislegt sem betur má fara og það brýnt að fara í þau verk og koma í gott horf og fastar skorður. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnhildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það má kannski bæta þarna við að einmitt varðandi salernishúsið að það á eftir að ganga þar frá í kringum húsið en það verður gert, það búið að semja við aðila sem að mun helluleggja og snyrta næsta umhverfishúsins núna í maí. Þannig að þá aðkoman hérna algjörlega til fyrirmyndar og bara tek undir það sem að Ragnhildur sagði, þetta ein af okkar dýrmætustu perlum og mjög mikilvægt að vinna á grundvelli þess skipulags sem að nú þegar í gildi.
Þannig að lagt til að við vísum erindinu til kynningar í umhverfisnefnd og að sveitarstjórn, ég legg til að eftirfarandi bókun verði samþykkt. Sveitarstjórn þakkar Birki Fardal fyrir gagnlegar ábendingar. Í gildi deiliskipulag fyrir Ytri-Voga og Höfða sem sveitarstjórn mun byggja áframhaldandi vinnu á. Og sveitarstjórn vísar erindinu til umhverfisnefndar til kynningar og þeir sem eru samþykkir þessari bókun vinsamlegast gefi merki. Og það samþykkt samhljóða. 11. dagskrárliður varðar samning mannauðsráðgjöf. Lögð eru fram drög að samningi við Attendus mannauðsráðgjöf hjá sveitarfélaginu. Eins og komið hefur fram liggja fyrir fjölmörg verkefni varðandi mannauðsmál sem rekja má til sameiningar sveitarfélagana tveggja og brýnt að ljúka sem allra fyrst. Helstu verkefnin eru kjaramál, starfslýsingar, ráðningarsamningar, mannauðsstefna, fræðslu áætlun svo eitthvað sé nefnt. Einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Knútur, gjörðu svo vel. Því sveitarstjórnar fólk, eins og ég tala nú oftar fyrir því að við reynum að leysa hluti sjálf og það hagstæðara, en þá þarf stundum að keyra á hluti og klára og þess vegna snýði heils hugar að það verði fenginn aðili og legg áherslu að það verði jafnframt unnið þannig að það og eins og lagt upp með að þetta muni skilja eftir hjá starfsmönnum sveitarfélagsins bæði þessa yfirferð sem þessir aðilar að gera sem og bara þekkingu í málunum. Takk Knútur, eru fleiri sem vilja taka til máls? Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti ágætu áheyrendur. Já, ég fagnaði við stígum þetta skref. Það mjög áríðandi að við förum að taka ákveðin skref í mannauðsmálunum. Þau hafa verið í smá útdeifu hjá okkur og það brýnt að við séum alveg ófeimin við að leita okkur aðstóðar út fyrir sveitarfélagið ef að þekking á viðkomandi málaflokki ekki fyrir hendi hér innan sveitar. Þannig að ég fagna þessu mjög og bind vonir við það að út úr þessu geti komið því besta en tek undir með Knúti að auðvitað skiptir máli að það verði eftir þekking í starfsemi sveitarfélagsins. Þetta hið besta mál, takk. Takk Arnór, eru fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, ég bara fagna þessu erindi og til að þetta brýn þörfa á því að fara í þessi mannauðsmál og ég bara segja, ég held að sé ekki verra að komi utan aðkomandi aðili og sinni mannauðsmálum að því að nú erum við tvö sveitarfélög að sameinast og erum lítið samfélag og þá held ég að sé ekki verra að sé utan aðkomandi aðili sem að komi og geri þetta allavega núna þegar við erum í þessum sameiningarferli. Takk Eyþór. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Það vil kannski örlítið bæta við að ég mjög ánægður með þennan samning líka og við hefðum í rauninni, það hefði verið gott að vera komin lengra í þessum málum en við erum. Ég vil líka bara nota tækifærið og þakka starfsfólki sveitarfélagsins enn og aftur. Staðan bara búin að vera virkilega erfið og ég held að bara við öll við hefðum ekki séð það fyrir hvaða óendanlega mörg verkefni í rauninni verða til og hvað þau blása mikið út og flækjustigin eru mörg eftir slíka sameiningu en eins og ég segi, starfsfólki á þakkir skilið
fyrir þrautsegi sína. Þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun við sannlega skifið merki að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi samning og feli sveitarstjóra að undirrita samningin fyrir hönd sveitarfélagsins. Kostnaður vegna samningsins verður tekinn af sameiningaframlögum jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Og þeir sem geta samþykkt og það samþykkt samhljóða. 12. liður er keimlíkt efni, það verksamningur skjalastjórnun og eitt af þessum verkefnum sem að fylgja í kjölfarið á sameiningu tveggja sveitarfélaga sem að höfðu með sér ólíkt verklag varðandi skjalamál og skjalastjórnun og skjalavistun. Lögð fram drög að verksamningi skjalastjórnun við skipulag og skjöl EHF. Samningurinn kveður á ráðgjöf í skjalastjórnun fyrir Þingeyjarsveit. Að ræða greiningu á stöðunni, skráningu verklags ásamt innleiðingu og fræðslu. Lokaafurðin mun verða innleiðing verklags og handbókar skjalastjórnun sameinaðs sveitarfélags ásamt handleiðslu frágang óvirkra skjala Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps. Í lok verkefnisins verði handleiðsla og fræðsla fyrir starfsmenn í sveitarfélaginu í völdu skjalakerfi. Einhver sem vil taka til máls? Arnór, gerðu svo vel. Já, þetta góðir áhrendur. Þetta málaflokkur sem að okkur hættir oft til þess að líta framhjá þegar við erum að vinna í sveitarstjórnarmálum en alveg gríðarlega mikilvægur og mér finnst þessi samningsdrög sem hér liggja fyrir vera mjög góð að því leyti að þau gera ráð fyrir svo mikil fræðslu og innleiðingu og það verður svo mikil þekking eftir þannig að hér eftir á þetta vera í öruggari höndum. Mér finnst þetta mjög góður samningu sem hér borinu. Takk. Takk Arnór. Fleiri sem vilja taka til máls? Og svo ekki. Lagt til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi samning og að sveitarstjóra verði falið að undirrita hann fyrir hönd sveitarfélagsins og kostnaðurinn við samningin fellur undir sameiningaframlög frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skifið merki og það samþykkt samhljóða. 13. liður á dagskrá fjallar ársreikning Þingeyjarsveitar fyrir árið 2022. Það verður að segjast eins og að vinna við ársuppgjör nú ekki komin eins langt á veg eins og við hefum kosið og enn og aftur ástæðan mannekla og fleira sem hefur gert það að verkum að það hefur tekið lengri tíma að fullklára uppgjör fyrir gömlu sveitarfélögin sem 5 mánuðir á síðasta ári fram að sameiningu og síðan að samkeyra saman þessi kerfin og það voru mismunandi áherslur eða mismunandi vinnulag og hugsanlega mismunandi kerfi á milli sveitarfélagana og kannski það líka sem hefur tafið virkilega fyrir og ekki síðast ekki síst að þá hefur reynst afskaplega erfitt að fá þá teknilegu aðstoð sem við höfum þurft á að halda frá eigendum bókhaldskerfisins vegna manneklu þar. Þannig hún virðist víða vera þessi mannekla. En það fer vonandi að styttast í að þessi uppgjörs eða bókhaldsvinna klárist þannig að uppgjörsvinna sjálf geti hafist. Þannig að við reiknum með að geta tekið fyrir umræðu á fundi okkar 25. maí og þá seinni umræðu já, 2 vikur síðar sem ég man nú ekki alveg hvaða dagsetning En sem sagt og í framhaldi af því þá munum við senda ráðuneytinu erindi, gera grein fyrir stöðunni og fá frest á skilum á ársupgjöri. Einhver sem vil tjá sig þetta? Knútur, gjörðu svo vel.
Oddviti, sveitarstjórnar fólk, auðvitað er þetta bagalegt en það má svo sem ekki heldur gleyma því þessu að flækjustíð er margþætt við samræmingu mismunandi kerfa og líka það að núna er verið að leggja grunninn að framhaldinu. Við erum að byggja upp það kerfi sem við ætlum svo að nota framvegis. Þannig að þetta er eins og segja erfitt og leiðilegt að við tekjum stöðuna fyrir víst en þetta er eins og segja, þetta er vonandi kemur sem fyrst. Takk, Knútur, einmitt mikilvægt að þetta komi fram að mikið af þessari vinnu náttúrulega er til þess að við getum byggt framtíðin á góðum grunni og það sé vandað vel til verka sem ég veit að er svo sannarlega gert og enn og aftur eiga starfsmenn þarna heiður skilið fyrir sína þrautsegi. Fleiri sem vilja taka til máls hér. Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, góður áhorfendur, það er svo smöngum að koma á óvart og að það tækir dálítinn tíma að samkeyra þetta allt saman og þessi 3 uppgjör tækir sitt rými og ég tala nú ekki þegar að eigandi kerfana er að fást við manneklu, þannig að við getum alveg andað með nefinu og mér finnst bara mikilvægt að þetta komi fram hér þannig að sveitarstjórnarfólki og íbúum sé alveg ljóst hver ástæðan er fyrir því að ársreikningurinn liggur ekki fyrir en þá miðjan júní miðað við þetta og það er ekkert athugavert við það og bara mikilvægt að allir séu upplýstir stöðu máls. Takk. Takk, Arnór. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Nú, svo er ekki, þannig að við látum staðar numið hér. Þetta var svona lagt fram til kynningar á stöðinni. 14. liður á dagskrá dagsins, það er lagt fram minnisblað og tillaga nýtt stjórnskipulag þingaðasveitar frá starfshópi stjórnskipulag sem skipaður var á 22. fundi sveitarstjórnar þann 13. apríl síðastliðinn. Starfshópnum var falið að ljúka vinnu við stjórnskipulag og leggja tillögur fyrir sveitarstjórnarfund. Tillagan felur í sér stjórnskipulag sem byggir á 3 sviðum, það er fjármála- og stjórnsýslusvið, fjölskyldusvið og umhverfis- og framkvæmdasvið. Fjármála- og stjórnsýslusvið er sett fram sem stoðsvið við hin sviðin. Starfshópurinn leggur til að ráðnir verði sviðsstjórar sem bera ábyrgð á verkefnum hvers sviðs. Í ljósi verkefnastöðu í kjölfar sameiningar leggur starfshópurinn til að stofnuð verði ný fastanefnd sveitarstjórnar, byggðaráð. Byggðaráð hefur að meginstefnu til það hlutverk að undirbúa ákvarðanir sveitarstjórnar og hafa eftirlit með því að ákvarðanir sem hún tekur séu framkvæmdar. Byggðaráð hefur því almennt ekki það meginhlutverk að taka ákvarðanir fyrir hönd sveitarstjórnar. Fremur ber að líta á byggðaráð sem framkvæmda nefnd fyrir sveitarstjórn. Orðið er laust. Já, hver var fyrstur? Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnar fólk. Þetta mál er vinna starfshóps var unnin snarplega við að taka saman stjórnskipulagsuppstillinguna og sýnir að hlutir geta stundum gengið hratt og vel og það er mjög ánægilegt. Takk fyrir það. Byggðaráð sem partur af þessu er hugsað sem hluti af auknum stuðningi sveitarstjórnarfulltrúa við stjórnsýsluna á mjög annarsömum tímum. Sveitarstjórn hefur mörg verkefni og þar er fjölmörg lögboðin og óumflýjanleg. Og byggðaráð tekur þannig virkari þátt í undirbúningi mála heldur en sveitarstjórn gerir og gerir vonandi viðbrögð stefnumörkunar snarpari gagnvart stjórnsýslunni. Takk. Takk, Knútur. Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, oddviti,
ég taka undir með margt sem Knútur sagði hérna áðan og raun bara lýsa ánægju minni með afurð þessa starfshóps og þessa nálgun og setja upp þetta nýja stjórnskipulag sem byggir á þessum 3 sviðum. Nú sýnir það sig eftir umfjöllun dagsins og máli sem hafi verið að taka fyrir að verkefni eru mörg og ærin og við þurfum að styrkja stjórnsýsluna og skýra verkefnin og jafnframt að takast á við þá afurð samningarinnar að hér til dæmis 9 ára sveitarstjórn og okkur hefur ekki tekist að hafa nógu mikla skilvirkni í störfum hennar og ég líti svo á að setja á byggðarráð einhvers konar viðbragð við því hvernig staðan er akkurat núna og mitt rétt að meta árangurinn af því að setja byggðarráð, að stofna byggðarráðið. Og þetta auðvitað bara liður í þessu ferli að koma þessu sveitafélagi, þessu nýsameinaða sveitafélagi okkar, svona bara á þann stað sem við viljum fá það með öflugu starfsfólki, öflugu stjórnsýslu og öflugu sveitarstjórnarstigi. Takk Jóna. Eyþór Kári, þú hefur orðið gjörðu svo vel. Oddviti, ég fagna þessari niðurstöðu starfshópsins, ég satt náttúrulega í honum sjálfur, en ef að staðan væri öðruvísi í bæði varðandi mönnun á skrifstofu og svo eins og Jóna kom inn á með skilvirkni sveitarstjórnarinnar, að þá myndi ég venjulega ekki vera hrifin af byggðarráðshugmyndinni, en hins vegar þá lagði sveitarstjóri það til við starfshópinn og ég bara er tilbúin að prófa þetta byggðarráð og ég held að við ættum að gera það, en á sama tíma þá legg ég mikla áherslu á það að við tökum stöðuna eftir ár og sjáum hvort þetta er eitthvað sem hefur virka og hvort að þetta er eitthvað sem við viljum halda áfram og við sjáum bara hvernig það verður þegar að því kemur. Takk Eyþór. Arnór hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, oddviti ágætu áhorfendur, ég fagna þessum áfanga vegna þess að við verðum auðvitað að horfa til þess að frumskylda sveitarstjórnar og stjórnsýslu sveitafélagsins er að veita íbúum sveitafélagsins góða og í skelega og skilvirka þjónustu. Og til þess að við getum gert það, þá verðum við að setja upp stjórnsýslukerfi sem er þess umkomið að bregðast hratt við málum. Rekstur sveitarfélaga er miklu flóknari en flestir gera sig grein fyrir og ég ætla ekki að bera saman rekstur sveitarfélags fyrir 14 árum þegar ég kom fyrst að þessu eða núna. Flækjustigið er margfalt miðað við það og auðvitað eykst það líka við sameiningu og það vissum við. Og við höfum svona ekki náð að glíma við þau verkefni sem hafa komið upp í fangið á okkur með nógu góðum hætti hingað til og þess vegna fagna ég því að við skildum ná þessu samkomulagi í starfshópnum þessar breytingar, byggðarráðið, sviðin 3, af því ég er sannfærður það að þetta gerir okkur kleift að laða til okkar starfskrafta sem gerir okkur mögulegt að veita íbúunum góða þjónustu og númer 1, 2 og 3 er það alltaf frumskyldan. Og ég vil þakka Eyþór og Gerði fyrir gott samstarf í starfshópnum og Ragnheiði Jónu fyrir gott samstarf með okkur. Takk. Takk Arnór. Ragnheiður Jóna hefur óskað eftir að fá takk til máls. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, oddviti. Já, ég ætla bara eins og aðrir sem hafa tekið til máls fagna því að þetta stjórnskipulag sé lagt hérna fyrir sveitarstjórn og vonast til þess að það veri samþykkt hér í kjölfarið. Því að koma inn í sveitarfélag sem að bæði hefur staðið, er nýsameinað, hefur staðið í ákveðnum erfiðleikum með stjórnun og starfsmenn, þá er mjög mikilvægt að þetta sveitarfélag byggi upp á skilvirku stjórnkerfi
Og eins og þetta hefur verið að reka sveitafélagið án þess að hafa skýrt stjórnskipulag, starfsfólk veit ekki hlutverk sitt innan sveitafélagsins eða ekki skýr verkefnaskipan og annað slíkt, þá held ég að þetta sé mjög mikilvægt skref í að koma stjórnsýslu sveitafélagsins á betri stað og hann verið skilvirkari og við getum veitt íbúum betri þjónustu. Þannig ég fagna þessar og þakka starfshópnum fyrir mjög öguð og hröð vinnubrögð og það var gaman að starfa með þeim að uppbyggingu þessa stjórnskipulags sem lagt hérna fyrir sveitastjórn. Takk fyrir. Bara kærar þakkir öll fyrir ykkar innlegg og ég verð að segja, fá að bæta örlitlu við að það er bara einstaklega ánægilegt að upplifa þá bara samstöðu sem að ríkir þetta mál og ég bara kann ykkur öllum bestu þakkir fyrir það. Eru annars fleiri málaskráin tæmd þannig? Þá vil ég leggja til eftirfarandi bókun. Í kjölfar sameiningar tók til starfa 9 manna sveitastjórn með undanþágu innviðaráðuneytisins. Til að auka skilvirkni í stjórnsýslu sveitafélagsins vegna aukinna verkefna í kjölfar sameiningar farin sú leið að skipa byggðaráð. Sveitastjórn metur árangur innleiðinga byggðaráðs að ári liðnu. Sveitastjórn samþykkir tillögu starfshópsins og felur sveitastjóra að undirbúa breytingar á samþykktum í samræmi við tillöguna sem og reglum starfskjör kjörinna fulltrúa og nefndarmanna Þingeyjarsveitar. Sveitastjórn felur sveitastjóra að auglýsa stöðu sviðsstjóra í samstarfi við ráðningarstofu. Jafnframt samþykkir sveitastjórn að sameiningarnefnd sem stofnuð var á 5. fundi sveitastjórnar 15. apríl 15. ágúst 2022 verði lögð niður frá og með deginum í dag. Og þeir sem geta samþykkt þetta vinsamlega gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. 15. dagskrárliður, borga þegar hent Það lagðir fram tölvupóstar og kynning frá Sambandi íslenskra sveitafélaga og SSNE borga þegar hent skammstöfunin nú gjarnan notuð svona í tali manna á milli, BÞHE. Þetta nokkurs konar hraðall og drög af vilja yfirlýsingu þátttöku sveitafélags. Markmið með hraðlinum að útfæra nánar innleiðingu á BHE við innheimtu fyrir meðhöndlun úrgangs. Kostnaður við þátttöku styrktur á Sambandi íslenskra sveitafélaga með ráðstöfun styrks frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu. Þar sem að Jóna Björg fulltrúi sveitastjórnar í starfshópi úrgangsmál, langar mig til að biðja hana örlítið að fara yfir í hverju þetta felst og ekki síst þá fyrir íbúa sveitafélagsins. Það svo vel, Jóna. Takk fyrir oddviti. Já, eins og Gerður kom hérna inn á að það var skipaður sérstakur starfshópur úrgangsmál á vegum sveitastjórnar þar sem Anna Bragadóttir formaður og þar situr einnig Guðrún Tryggvadóttir ásamt mér. Og það sem að þessi starfshópur hefur verið að fara yfir allar þær breytingar sem eru svona í farvatninu með lagabreytingum og bara þeirri þróun sem að verða í sorphauði, meðal annars innleiðing söfnun á lífrænu sorpi og sem að verkefni sem í ferli og stemt á að hefja söfnun lífræns sorps hér á svæðinu, en eitt af því sem að starfshópurinn hafði skoðað sérstaklega var þetta borga þegar hent Sveitafélögin hefur boðist að taka þátt í hraðli til þess að hraða innleiðingu þessa verkefnis og sem að hefur mikið verið rætt í samhengi þess að fólk sé að borga fyrir það sorps eða hendir samkvæmt, og í því samhengi hefur verið talað kíló eða rúmmál og þetta svona kannski má segja þessi hluti af því ferli en þó ekki algjör innleiðing á því. Þessi hluti verkefnisins snýst það að sveitafélögin kortleggi nákvæmlega hvaða sorpílát
eða svona fara yfir það hvaða sorpbílát eru til staðar í sveitarfélaginu, hverjir séu að nota þau og hvað eigi að borga fyrir þau, sem þá kannski afleiðingin af þessu. Og þetta verkefni snýst að því að sveitarfélagi leggir sér mörkum við að kortleggja sorpbílátin, hvar þau séu stödd og getur fengið til þess stuðning. Þetta á svo að tengja við fasteignaskrá og að leggja á sorpurugjöld samkvæmt þeim. Þetta er gert til þess að með hagsmuni íbúa aðleiðarlausi vegna þess að fólk á að geta fengið að sjá svart og hvítu hvað sorpurugjaldið felur í sér. Eins og þið þekkið sjálfsagt flesta þá er sorpuruggjald rukkað á sveitarfélaginu og það er kannski ekki alveg nógu ljóst fyrir hvað það stendur. Þetta stendur til að laga með því ef við gengum inn í þennan hraðal með því að það sé alveg ljóst að það séu þessar tunnur sem eins og í okkar kerfi eru 3 tunnur og vonandi með innleggingunni bætist á auka box inn í almennu tunnuna fyrir lífrænan og það sé þá alveg skýrt fyrir hvaða þjónustu sé fyrir hvaða fólk sé að borga. Og í þessu samingi þá mikilvægt að þessar upplýsingar séu réttar í grunni þótt auðvitað geti komið fram einhverjar villu sem við munum geta leiðrétt eftir því sem á líður. En þetta skapa jafnframt tækifæri fyrir okkur íbúin til þess að hafa áhrif á okkar kostnaðar hlutdeild eða okkar kostnað vegna sorphirðu. Til dæmis með því að breyta sorpílátum og eða fjölga eða stækka. Til þess og þarna er mikilvægt að íbúarnir hafi eitthvað þessi mál að segja og líka bara að þetta sé skýrt fyrir hvað við erum að fara. Því við vitum að það eru talsverðar breytingar framundan og þetta er ansi stór málaflokkur hjá öllum sveitarfélögum og það er allir að tala þetta og við sjáum fram á fleiri skilaflokka og bara auki flækjustig. Ég tel reyndar að við séum ágætlega stakk búin fyrir þetta með innleiðingu þessara 3 tunna fyrir nokkrum ári síðan við húsvegg og sorp er sótt heim til allra á svæðinu, bæði dreifbýli og þéttbýli, höfum við á mjög góðum grunni að byggja. Málaflokkurinn er hins vegar okkur talsvert kostnaðarsamur og það er mikilvægt fyrir okkur að vita nákvæmlega hvað er bakviðan og fyrir hvað við erum að borga og hvernig við ætlum að standa á þjónustunni þannig við gerum þetta öll nógu vel og flokkum og skilum og hættum að urða. Takk fyrir einstaklega greinagóða útskýringu á því hvað borga þegar hent er. Fleiri sem vilja taka til máls? Ætli Jónas sé ekki bara búin að segja allt sem segja þarf málið og að því sögðu þá er lagt til að sveitarstjórn samþykki að taka þátt í verkefninu og feli sveitarstjóra að undirrita viljayfirlýsingu þess efnis og senda umhverfisnefnd málið til kynningar og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 16. dagskrárliður varðar jörðina Kálfaströnd og málið er skylt Halldóri sem víkur að fundi núna klukkan 13:48 eða 46. Forsaga málsins í örstuttu máli að á 18. fundi sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar þann 9. febrúar síðastliðinn voru lagðir fram leigusamningar við Halldór Þ. Sigurðsson og Björgu Jónsdóttur í fyrsta lagi leigu á 2500 fermetra lóð úr landi Kálfastrandar 1 í Mývatnssveit og í öðru lagi leigu á 8,11 hektara landsbyldu úr sömu jörð. Var samþykkt samhljóða að leigja Halldóri og Björgu 2500 fermetra lóðina af Kálfaströnd í Mývatnssveit.
Jafnframt var samþykkt að fela Árna Pétri Hilmarssyni og Knúti Emil Jónassyni að skoða þau atriði sem þykja óljós í samningi landsbyldu, í landsbyldu samningi. Afsakið. Knútur Emil og Árni Pétur funduðu með Halldóri vegna málsins þann 28. febrúar og kynntu honum vinnu sína og afsakið. Er ég komin á land eða bara sé þetta nefnilega ekki alveg nógu vel sko. Getur þú stakkað þetta aðeins? Það er ekki hægt að stakka það, já, þarna. Einmitt. Heyrðu, ég biðst afsökunar, ég var ekki alveg með rétta textan, þannig að ég ætla bara að fá að byrja upp á nýtt. Er það samþykkt? Inngangur málsins er sá að á 18. fundi sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar þann 9. febrúar voru lagðir fram leigusamningar við Halldór Þ. Sigurðsson og Björgu Jónasdóttur a. leigu á 2500 fermetra lóð úr landi Kálfastrandar 1 í Mývatnssveit og b. leigu 8,11 hektara landsbyldu úr sömu jörð. Samningurinn leigu á 2500 fermetra lóð á Kálfaströnd í Mývatnssveit var þar samþyktur, hins vegar var leiga á landsbyldu ekki samþykkt og gert ráð fyrir frekari viðræðum efni þess samnings. Nú liggur fyrir að samningurinn landsbyldu verður ekki gerður samhliða fyrrnefndum samningi lóð. Sveitarstjóra falið að undirrita viðauka varðandi samninginn 2500 fermetra lóðina. Jafnframt að vinna að þinglýsingu samningsins og aflýsingu eldri samninga sem falla niður. Orðið er laust. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnar fólk. Í ljósi þess að okkur var falið verkefni þá að standa örlítið skil á því. En hér að ræða mál sem varðar hagsmuni sveitarfélags og sveitarstjórnarmanns og því ennþá meiri ástæða til að gæta vel að vinnubrögðum. Og okkur Árna Pétri var falið, sem kom fram í inngangi að fara yfir málið með hagsmuni sveitarfélagsins að leiðarljósi. Við yfirferð okkar Árna Péturs komum fram nokkur atriði sem við töldum að gætu haft áhrif á nýtingarmöguleika sveitarfélagsins og í framhaldi var leigutaka kynnt þessi niðurstaða og í framhaldi færðust samskiptin í hendur lögfræðings sveitarfélagsins og málin eru þar stödd. Þá er ég búinn að gera grein fyrir okkar aðkomu og þá var henni lokið hér með. Takk Knútur. Er fleiri sem vilja taka til máls? Nú, svo er ekki. Að framangreindu þá er lagt til að sveitarstjórn samþykki að fela sveitarstjóra að undirrita viðaukann fyrir hönd sveitarfélagsins. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Já. Já, kannski að bæta því inn í bókunni. Já.
Já, það ekki bara. Þetta er komið. Við ætlum að fá að endurtaka afgreiðslu þessa máls. Við ætlum að fá að lesa tillögu eða bókun aftur yfir. Nú liggur fyrir sveitarstjórn að samningurinn Landsspildu verður ekki gerður samhliða fyrrnefndum samningi lóð. Sveitarstjóra er falið að undirrita viðauka varðandi samninginn 2500 fermetra lóðina, jafnframt að vinna að þinglýsingu samningsins og aflýsingu eldri samning sem fellur niður. Þeir sem geta samþykkt þetta vinsamlegast gefið merki. Takk fyrir það. Það er samþykkt samhljóða. Halldór mætir aftur til fundar klukkan 13:56 og því sé haldið til haga. Og þá förum við í næsta dagskrárlið sem er númer 17. Þar er lagðar fram til kynningar fundargerðir númer 108 og 109. Fundar svæðisráðs vestur svæðis Vatnajökulsþjóðgarðs frá 8. mars síðastliðnum og 13. apríl síðastliðnum. Einhver sem vill tjá sig þessar fundargerðir, svo er ekki. 18. liður á dagskrá, það er lögð fram til kynningar, fundargerð annars fundar öldungaráðs Norðurþings frá 7. mars síðastliðnum. Orðið er laust ef einhver vill taka til máls, svo er ekki. 19. liður, það er lögð fram til kynningar, fundargerð aðildarfélaga Mývatnsstofu frá 21. mars. Síðastliðin, einhver sem vill tjá sig hana, svo er ekki. 20. liður, það er ársskýrsla Rami, það er rannsóknar miðstöðvarinnar við Mývatn. Lögð fram til kynningar ársskýrsla náttúru rannsóknar miðstöðvar við Mývatn fyrir árið 2022. Vill einhver taka til máls undir þeim lið? Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, oddviti, mér langaði nú bara til þess að svona í ljósi þess að þetta væri í fyrsta sinn sem ég fæ þessa skýrslu svona formlega senda, þá langaði mig að vekja athygli á því að þetta er afar fróðlegt rit til þess að lesa í og glöggva sig á stöður náttúru rannsókna við Mývatn og þetta er afar fróðlegt og ég mæli með lestri. Takk Jóna, það eru fleiri sem vilja taka til máls? Og svo er ekki. Og ég tek undir orði Jónu að við fyrstu sín þá er þetta stútfullt af þessi áskýrsla er stútfull af upplýsingum sem er virkilega gaman að fá í hendur. Næsti dagskrárliður eða næstu tveir eru fundargerðir fastanefnda til staðfestingar og eftir atvikum afgreiðslu. Það er lögð fram til kynningar fundargerð 7. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 17. apríl. Fundargerðin er í 2 liðum sem báðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Fyrri liðurinn, mér verður nú bara að segjast eins og er að ég sé bara ekkert hvað stendur þarna. Já. Ok. Eða fá mig í gleraugu kannski. Takk, kærlega. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd leggur til að ráðist verði gerð atvinnu- og nýsköpunarstefnu fyrir sveitarfélagið. Nefndin beinir því til sveitarstjórnar að hafin verði vinna við mótun atvinnu- og nýsköpunarstefnu. Og orðið er laust. Einhver sem vil tjá sig. Eyþór, gjörðu svo vel.
oddviti. Ég bara vil fagna þessu frumkvæði frá nefndinni að það verið myndið þessi stefna og ég held að það sé bara mjög gott að við förum í þá vinnu. Og ég held að þetta sé einn af þeim kostum sem við það að hafa formenn nefnda ekki kjörna sveitarstjórnarfulltrúa, að þarna kemur frumkvæði frá fleirum og fleiri hugmyndir inn. Takk Þór. Fleiri? Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnar fólk, þessi þekkja til vita ég gríðarlega mikill áhugamaður stefnur og því fleiri blaðsíður og því fleiri myndir því betra. En hins vegar, atvinnustefna að því liti til þannig að í henni fer fram ákveðin kortlagning sem að getur nýst þeim sem að leita tækifæra og þar felst líka ákveðin stöðutaka sem getur svo kannski verið góð að líta til í kannski ekkert svo fjarlægri framtíð. Takk. Takk Knútur. Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, góðir áheyrendur. Ég fagna eins og aðrir þessu frumkvæði nefndarinnar og auðvitað það svo að það er mjög mikilvægt fyrir þetta nýja sveitarfélag að setja sér atvinnu og ekki síður nýsköpunarstefnu og það er tilverulegur efniviður í þá stefnu sem að vert að endurvekja. Svo eins og Eyþór veit að þá deilum við ekkert endilega skoðunum á því hvort það sé gott eða slæmt að formenn nefnda sé ekki kjörnir sveitarstjórnarfulltrúar en það er algjörlega óháð þessari stefnu. Takk. Takk Arnór. Það eru fleiri sem að vilja tjá sig undir þessum lið. Nú svo er ekki. Lögð er til eftirfarandi bókun að sveitarstjórn tekur jákvætt í að farið verði í mótun atvinnu- og nýsköpunarstefnu fyrir Þingeyjarsveit og felur sveitarstjóra að skoða kostnað við gerð atvinnu- og nýsköpunarstefnu fyrir sveitarfélagið svo vinna geti hafist á haustmánuðum. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Síðari liðurinn á dagskrá atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Þar leggur nefndin til að sveitarstjórn beiti sér fyrir því að akstur þungra bifreiða yfir brúna, ytri brúna á Skjálfandafljóti verði takmarkaður og jafnframt beiti sveitarstjórn sér fyrir því að ráðist verði úrbætur á brúnni sem allra fyrst. Og í fundargerð nefndarinnar kemur fram að nefndin lýsir miklum áhyggjum af ástandi brúarinnar brúin á vegi númer 85. Brúin er afar illa farin, farið að brotna úr henni og komin göt í gólf brúarinnar og víða sést í steypujárn. Brúin er mikilvæg samgönguæð innan sveitarfélagsins og meðal annars er leik- og grunnskóla börnum ekið yfir hana 2 á dag, alla virka daga og nefndin óskar þess að sveitarstjórn beiti sér fyrir því að lokað verði á akstur þungra bifreiða yfir brúna og að ráðist verði úrbætur á henni sem allra fyrst. Orðið er laust. Jóna Björg er svo vel. Já, oddviti. Þetta er nú ekki kannski alveg í fyrsta sinn sem að málefni brúarinnar yfir Skjálfandafljót við Rangá er á dagskrá hjá okkur. Ég held að sé bara rétt að halda því til haga að þessi brú er orðin ævagömul og rétt að rifja upp að það var 20 milljónum í það fyrir tæpum 10 ára síðan að líma koltrefja borðan neðan í hana til þess að styrkja burðarlag brúarinnar og jafnframt var farið í þá aðgerð að lækka hámarkshraða á brúnni til þess að þurfa ekki að viðhafa þungatakmarkanir. Brúin er ekki byggð fyrir þá umferð sem er á vegum í dag.
þessi brú er byggð fyrir nánast áður en að umferð vegi. Þessar viðgerðir sem hafa verið á henni eru ekki til gagns og það brýnt að hraða vinnu við að koma brúnni á samgönguáætluninni. Eins og okkur skilst að staðins í dag þá brúin áætlun 2028 og það ekki nógu fljótt. Því okkur hefur verið legið að hálsi í skipulagsvöldu sveitarfélagsins að það hefði staðið á skipulagsnefnd eða skipulagsvaldi sveitarfélagsins að ganga frá skipulagsmálum varðandi þessa brú og það ekki rétt. Skipulagsnefnd hefur samþykkt þær vegtengingar og allt sem viðkemur þessum framkvæmdum að sínu leyti. Það stendur ekki á sveitarfélaginu í þessum framkvæmdum og mikilvægt þess að við verðum að fá nýja brú þarna. Takk Jóna. Knútur, gjörðu svo vel. Við því sveitarstjórnar fólk í þessu samhengi, það var farið í einhverjar lagfæringar og viðbætur væntanlega byggðar á einhverju skoðun. Það væri gaman að kalla eftir því hvort það hefði farið einhver skoðun fram nýlega, hvernig því að manni finnst þeim hraka hraðar. Varðandi eins og tek undir þetta sem í áliti nefndarinnar varðandi steypjárnsteina annað slíkt sem hefur farið að skína upp úr kontum. Það væri svona spurning hvort það hægt að skoða þann, að kalla eftir þeim upplýsingum. Takk Knútur. Eyþór Kári, gjörðu svo vel. Oddviti, ég tek undir og deila áhyggjum nefndarinnar að þessari brú og tel að mikilvægt að við fáum fund með Vegagerðinni og innviðaráðuneytinu um þessa brú og síðan væri líka óskandi að fá fund með sömu aðilum vegamál í sveitarfélaginu í heild sinni. Takk Eyþór. Arnór, gjörðu svo vel. Já, ég tek undir með öllum sem hér hafa talað og þeirra orð og sammála í einu og öllu, en ég vil hins vegar koma hér upp til þess að ítreka það að það má ekki láta það átölulaust að kjörnir fulltrúar okkar á Alþingi Íslendinga haldi fram staðlausum stöfum stöðu skipulagsmála í kringum þessa brú. Það einfaldlega lygi að það standi upp á sveitarfélagið og það verður að segja það bara eins og það En ítrekað hef ég bæði setið fundi og heyrt af fundum þar sem alþingismenn okkar hafa haldið þessu fram. Og þeir verða bara að bera það af sér sem það eiga ekki. Takk. Takk Arnór og þið öll eru fleiri sem vilja senda ákall til alþingismann okkar. Bara skorum á þá eina ferðina. Ég veit að það eru ótaldir þeir fundir sem búið að sitja með þeim vegna vegamála í okkar stóra sveitarfélagi og þetta eitt af því sem algjörlega óásáttanlegt, það þessi brú. Lagt til að sveitarstjórn tekur undir áhyggjur atvinnu- og nýsköpunarnefndar og sveitarstjórn felur sveitarstjóra og oddvita. Sveitarstjórn felur oddvita og sveitarstjóra að funda með fulltrúum Vegagerðarinnar vegna málsins, vegna aksturs þungra bifreiða yfir brúna. Það alveg greinilegt að ég þarf ný gleraugu. Þið verða að passa upp á að ég fari rétt með það sem stendur á skjánum. Jafnframt þeim falið að funda með innviðaráðherra vegna ástands brúarinnar, stöðu hennar á samgönguáætlun sem og vegamála almennt í sveitarfélaginu og þeir sem geta samþykkt þetta vinsamlega gefið merki með því réttu upp hönd og þetta samþykkt samhljóða. Næst það fundargerð skipulagsnefndar lögð fram til kynningar og eftir atvikum afgreiðslu
Fundargerð 11. fundar skipulagsnefndar frá 19. apríl síðastliðinn. Fundargerðin í 8 liðum og það liður númer 1 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Ertu kannski til í að skella þeim lið upp á skjáinn? Kannski bara... kannski bara upphafið þarna sko frá nefndinni, bókunefndarinnar þarna. Já. Það semst tekin fyrir að nýju, beiðni dagsett 11. nóvember. Jóna Björg, má ég biðja þig að afgreiða þennan lið? Ég farði yfir þessa fundargerð og þetta mál sem til... Já, þetta semst eina málið sem til afgreiðslu. Ég ætla að biðja Jónu Björg að lesa þetta upp vegna ákveðina örðuleika undirritaðrar og þar sem hún situr í skipulagsnefnd mun hún fara stuttlega yfir fundargerðina að öðru leyti sem til kynningar. Takk, Jóna. Já, takk Oddviti. Nú, skipulagsnefnd fundaði í Kjarna 19. apríl síðastliðinn og voru nokkur mál á dagskrá. Það eitt mál til afgreiðslu sveitarstjórnar sem Oddviti mun svo staðfesta á eftir en það beiðni heimildir breytingar og aðalskipulagi Þingeyjarsveitar. Það sem barst beiðni sem upprunalega frá 11. nóvember síðastliðnum frá verkfræðistofunni Eflu fyrir hönd Landsnets heimildir breytingar og aðalskipulagi Þingeyjarsveitar vegna lagningar að jarðstrengs frá Þeistareykjum að Kópaskerslínu og erindi var síðast á dagskrá nefndarinnar þann 18. janúar síðastliðinn þar sem skipulagsfulltrúa var falið að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar og tillögun var auglýst með athugasemdafresti til frá 1. febrúar til 15. mars og það bárust þarna nokkur umsagnir sem að skipulagsnefnd tók til umfjöllunar og brást við að bara eftir föngum það sem til dæmis bætt inn ákveðum lagt til að bæta inn ákveðin inn í framkvæmdaleyfi umgang og almennt voru svona umsagnirnar frekar jákvæðar þar sem þetta svona framkvæmd sem talin bara falla býsna vel að landslagi. Þannig að það tillaga skipulagsnefndar að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja breytingu á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010 til 2022 og að skipulagsfulltrúa verði falið að sjá gildistöku breytingar í samræmi við aðra málsgrein 32. greinar skipulagslaga. Það spurning hvort Oddviti vill ganga frá afgreiðslu þessa máls áður en fer aðeins yfir. Takk fyrir það. Þess að geta samþykkt eftirfarandi bókun við sannlega skefið merki. Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulagsnefndar og felur skipulagsfulltrúa að sjá gildistöku breytingarinnar samkvæmt 2. málsgrein 32. grein skipulagslaga nr. 123 2010. Þeir sem að geta samþykkt við sannlega skefið merki. Og það samþykkt samhljóða. Og þá ætlar Jóna að fara yfir fundargerðina að öðru leyti. Já, eins og Knútur benti á hérna áðan að þá hvetjum við ykkur að sjálfsögðu til þess að kynna ykkur fundargerðir sveitarstjórnar og nefnda sem að koma til birtingar og heimasíðu sveitafélagsins. Að því sögðu langar mig bara til þess að fara svona stuttlega yfir svona helstum mál sem á dagskrá skipulagsnefnda og það nokkur umsóknir byggingarleyfi og ýmsum stigum og það sem kannski bara mikilvægt í þessu samhengi að hugsa að skipulagsnefnd fer eftir aðalskipulagi og að veita að stunda svona leiðbeinandi stjórnsýslu og beina málum áfram í farveg og samþykki eftir því sem við á. En það sem kannski áhugavert í þessu það bara talsverður uppbyggingarhugur í samfélaginu og það verið að reisa ferðaþjónustuhýsi eða óska eftir heimild og svo beint áfram í deiliskipulagsgerð eða komið með aðrar hugmyndir. Eitt af því sem til dæmis á dagskrá nefndarinnar að veita umsagnir og það sem kannski kom fram að það verið að byggja hús inn í Fnjóskadal og það þurfti að sækja sérstaklega leyfi vegna fjarlægðar frá Árbakka Fnjóskár og það ferli gekk býsna vel fyrir sig og fékkst undanþága til þess og þá fólki ekki títi fyrirstöðu að hefja framkvæmdir.
það var svo sem ekki fleira úr fundargerð þessara nefndar að sinni. Takk fyrir það, Jóna. Einhverjir sem vilja taka til máls þessa fundargerð? Svo ekki. Þá síðasti liður á dagskrá í dag og það það mál sem við erum að taka fyrir, var samþykkt að tekið fyrir með afbrigðum. Það lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra, dagsett 27. apríl síðastliðinn, þar sem Ólafur Ingólfsson sækir tækifærisleyfi til dansleikjahalds menntaskólanema og verður það haldið í ljósningabúð þann 7. maí. Einhverjir sem vilja tjá sig þennan lið? Knútur, gjörðu svo vel. Sveitarstjórnarfólk. Þarna að ræða umsögn leyfi til skemmtanahalds. Það sem fyrir séð eru í ljósi hækkan lögræðisaldurs aðila sem eru markhópurinn er undir lögaldri og ég get alveg vinna fólki þess að skemmta sér en auðvitað þurfum að huga þessu á einhvern hátt. Við getum kannski, þetta svona spurning hvað maður á að teygja sér langt í forræðishyggju því að auðvitað eru aðilar á ábyrgð foreldra sinna og við getum ekki yfirtekið allar þá umsjón eða ábyrgðir á öllum hlutum. En varð umræða að beina athygli leyfisveitanda sem þá sýslumaður, af því við erum bara að veita umsögn, að við getum beint kannski athygli hans að þessu. Það þyrfti að huga kannski betur að öryggisgæslu og því slíku. Já, takk Knútur. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þá hér tillaga að bókun að sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við veitt tækifærisleyfi með fyrirvara jákvæðar umsagnir slökkviliðs og heilbrigðiseftirlits en beinir því sérstaklega til leyfisveitanda að sjá til þess að gæsla verði fullnægjandi þar sem reikna má með að stór hluti gesta verði ólögráða ungmenni. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Takk. Þá dagskráin tæmd í dag og ég þakka fyrir góðan fund og segi fundi slitið.